Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Það er alltaf stór stund þegar við veljum mann ársins á Suðurnesjum. Núna erum við í frumkvöðlasetrinu Eldey á Ásbrú í fyrirtækinu Geosilica og það er frumkvöðullinn hún Fíta sem er maður ársins á Suðurnesjum 2014. Við ætlum að veita henni þessa viðurkenningu hérna og erum komin í húsakynni hennar. Suðurnesjamaður ársins 2014, Fíta Abu Líbde, gjör svo vel. Takk fyrir þetta. Til hamingju. Takk hérna fyrir. Blómvöndur og þú lofar að halda áfram að standa þér svona vel. Já, ég lofa því. Takk fyrir þetta. Fíta, hvernig er tilfinningin að vera, búin að vera á Íslandi öll þessi ár og þú ert allt í einu orðið maður ársins á Suðurnesjum? Þetta er mikill heiður. Ég bjóst ekki við þessu. Maður heldur alltaf maður ekki að gera nóg, alltaf að reyna að gera meira og að fá svona viðurkenning er bara, ég veit ekki, þetta er bara svona innspýtingu og orka og svona svolítið pressa til þess að reyna að afreka meira. Þú ert búin að gera mikið á þessum árum frá því þú komst fyrst til Íslands. Hvað getur þú sagt okkur frá þessu ævintýri þínu með kísilinn? Þetta er ekki búin að vera auðvelt ævintýri. Þetta tekur svolítið á og þetta er mjög skemmtilegt og þess verði. Og að fá til dæmis svona viðurkenningu þá veit ég núna að ég er að gera eitthvað gott fyrir mig og samfélagið og er á réttri leið með þetta. Segðu okkur nú aðeins frá þessu, þú ferði gegnum allt skólakerfið og annað, en svo kemur þessi hugmynd að setja þetta, að nýta kísilinn til að búa til fæðubótarefni og koma því í sölu. Segðu okkur aðeins frá þessu. Þetta byrjaði einmitt allt út frá lokaverkefni okkar í orku umhverfistæknifræði á vegum Keili og Háskóla Íslands, en þá vorum við að skoða kísil sem er að falla niður við jarðvarmavirkjanir. Og við sáum að 40.000 tonnum eru að falla niður árlega og eru ekki nýtt í neinu framleiðslu hérna á Íslandi og svo hugsaum hvað við getum gert við þetta og fyrir að skoða rannsóknir og í hvað er kísilinn nýtt og hann er nýttur í mismunandi sem fylliefni, í tölvuköpum, í málingu en hæsta kílóverð var fæst fyrir kísil sem heilsuvara. Og við ákveðum að skoða nánar hvað við getum gert og ákveðum bara að fara í fæðubótaefni framleiðsla þar sem þessi vara, kísil fæðubótaefni er þekkt erlendis, mjög lítið hérna heima, þannig við ætlum að kynna þetta hérna heima fyrir Íslandingum. Ég ætla að segja, einhvern veginn hefði mér ekki dottið í huga að væri hægt að nota þetta sem fæðubótarefni. Já, það er mjög lítil þekkt hérna heima, en það er innflutta vörur kísil fæðubótaefni erlends frá hérna á Íslandi held þessi 5 fyrirtæki sem flytja inn en það datt engum í huga áður að framleiða þetta hérna á Íslandi þar sem er nóga kísil til, þannig já. Og hvað er þetta svona gott við þetta? Kísil er þekkt fyrir áhrifa hans á hár, húð og neglur, mjög þekktur fyrir því, en það sem nýja rannsóknir að sýna að kísil er mjög nauðsynlegt snefilefni, steinefni til að hjálpa öðrum steinefnum til að nýtast betur í líkamann og ef við tökum kísil reglulega það gæti komið í veg fyrir beinþynningu, bæði hjá konum og karlum en 1 af hverju 3 konum fær beinþynningu og 1 af hverjum 5 karlmönnum fær beinþynningu. Þannig að þetta er mjög dýr og alvarleg vandamál og ef við getum komið í veg fyrir það og minnka kostnaðar við því, það væri frábært. Telur ykkur eiga möguleika á að láta fyrirtækið vaxa vel og grassi? Við erum búin að fá rosalega mikil aðstoð hérna á Suðurnesjum. Við hafðum aldrei verið komin svona langt, hafðum við ekki fengið þessi aðstoð frá allir sem eru í kringum okkur stuðningin og trú á okkur og það sem við erum að gera. Og ef þessi stuðningur heldur áfram og það er frábært fólk sem er að vinna hérna, þá held ég að við myndum komast mjög langt. Hvernig kemur efnið til ykkar? Við fáum efni í svona 1000 lítra tankum frá Hellisheiði. Orkuveitan Reykjavíkur er búin að vera aðstoða okkur að setja lagnir til þess að fá vökvann og þegar við erum búin að fá þessi 1000 lítra þá notum við þessi kerfi til að hreinsa og styrkja. Við setjum 120 lítra í einu og þá getum átappað 366 flöskur í framhaldi. Þegar vökvann kemur úr þessi kerfi þá lítur þetta svona út og setjum á flöskum
og limmiðan á og setjum það í kassa og förum með þetta til Hilsu. En eins og þetta system hérna, eins og ég segi það nú, hvað var þetta mikið mál að gera þetta? Þetta mjög mikil mál. Það yfirleitt þessi gula, það filterinn, örsögina búnaður, það selt í heldkerfi með svona 12 kannski filterum saman. En út að skorta á fjármagni hjá okkur í fyrirtæki, þá þurftum að kaupa einn og setja saman kerfi bara við sjálf. Sem betur fyrir við vorum teknifræðingar, þannig að þetta tókst hjá okkur. En þetta svona smá erfiðar að gera þetta þannig og hefur áhrif á lengd tímans, hversu við erum lengi að framlega. En við verðum að gera þetta svona á meðan lítil fjármagn í fyrirtæki. En hvað sögðu þeir hjá Orkuveitinu með þessa hugmynd ykkar? Þau voru mjög ánægðir með það, þar sem kísil mikill vandamál fyrir orkufyrirtækjum og að stifla borholurnar þeirra og hafa áhrif á tæki og búna kísil útfellinga þar. Þannig þau voru mjög jákvæðir og voru aðstofa okkur rosalega mikið við upphafi á meðan þetta svona tilraunaverkefni. Þannig þeir leyfðu okkur að vera við skiljastuðinu hjá sér þar, settu lagnirnar fyrir okkur þar, bara mjög mikill stuðning og við erum mjög ánægð með það og þau eru að gefa okkur tækifæri til að prófa þessi nýja tækni sem hefur aldrei verið prófað áður og sem búin að sýna jákvæðar niðurstöður og ef framtíðin þá getum við losað með þessi kísilvandamál. Þetta hagur fyrir þá líka, að þetta gangi vel hjá þau? Já, ég held að það þannig sko. Kísilin þekkt fyrir þessi vandamál og kostar orkufyrirtæki mjög mikið af því þau út af umhverfisreglum þá þurfa þeir að losa kísilinn, annaðhvort að bora hólur fyrir það eða setja lagnir út í sjó, þannig að þetta mjög dýr kostnaður sem fylgir. Og það verður frábært ef við náum að losa orkufyrirtækjum hérna heima og erlendis og líka forsöndin fyrir því til að geta unnið önnur steinefni úr affallsvatninu, til dæmis það mikið af líþjum og gulli þess vegna, þá verður fyrst að losa sig við kísilinn. Þannig þetta mjög gott fyrir alla. Nú verður að tala kísilver í Helguvík. Það eitthvað sem kemur inn á borð til þín? Já, við erum mjög spennt að skoða það nánar. Við ætlum kísil kísilverin sem að koma í Helguvík, aðal hráefni þeirra kísil og við erum með kísil og með nóg af því. Þannig að stann fyrir að flytja inn kísilinn, vinna og flytja aftur út, þannig að við gætum verið aðal hráefni framleiðandi fyrir kísil eins og verksmiðjar sem koma í Helguvík og Grundartanga. Við erum búin að skoða aðeins þar í Grundartangan en kísil sem þau eru að nota í sólarsellurnar sína ekki á sama formi sem við erum með. En sem í Helguvík, það gæti verið að við getum þróa vöruna til þess að það gæti henta þeim í framleiðslu. Þannig það mjög mikil framtíð í þessu verkefni og þetta stór verkefni, miklu stærri en við gerðum akkur ráð fyrir þegar við byrjum af þessu. En það mjög mikil möguleika og með rétta fólki þá held ég að við getum alveg komast mjög langt með það. Og Suðurnesin nú svona mjög orkuríkt svæði, mikil hefð hérna fyrir hitaveitu og önnu. Þetta svolítið skemmtilegt að það skuli gerast hérna þetta verkefni. Já, mjög. Ég held að þessi samræmi við það sem að gerast hérna og sérstaklega líka þessi samfélagi sem að verða til hérna á Ásbrú heilsu, tækni, þannig verkefni okkar að samína tæknilegum hlutum og heilsu hluti og það sem þessi nýja samfélagi áætlar að standa fyrir upp á Ásbrú, heilsu og tæknileg, umhverfi. Þið hafið fengið líka mjög veglega styrki sem að hefur ýtti það ykkur áfram í þessi stóri styrkur frá Rannís? Já, við fengum 3 ára verkefnastyrkur sem tryggir okkur svona fjármagn til þess að fjármagna þróunin á vöruna í 3 ár. Við erum á síðasta ári núna. Það forsöndur fyrir því akkur við erum hérna í dag. Það náttúrulega kostar allt svo mikið og rannsóknir og rannsókna vörur mjög dýrir. Þannig það hjálpa okkur mjög mikið og líka vaxtarsamningu Suðurnesa, svona upphæðir, þó að þessi litlar upphæðir, en það svona hvatning og dekkar kostnaður sem annars hafðum við þurft að bíða með og líka styrkin frá atvinnumála kvenna gerði okkur kleift að bæta við okkur fleiri starfsmenn og konur og þannig þetta alveg mjög mikill bæði upphæðin og viðurkenningin á hugmyndin til mikil svirði. Þú ert hérna á nýsköpunarsvæðinu, getur við sagt, á Ásbrú og hér hafa allar aðstæður hjálpað þér í þessu, ekki bara keilir, heldur líka allar svona að geta byrjað hér. Já, það sérstaklega að vera hérna í frumkvöðlasetrunni hérna í Eldey. Við erum held ég 25 fyrirtæki hérna í húsinu
og við fáum rosalega mikið aðstoð. Það eru viðskiptafræðingar hérna, hönnur, grafíska hönnur, þannig maður fer bara bankar á næsta hörg, getur aðstoð með þetta og hitt. Þannig það er mjög gott að vera hérna og verkefnastjóri Eldeyjar er að halda mjög vel utan þetta allt saman, lesir yfir umsóknina og við sendum það og þetta er mjög mikill aðstoð. Það hjálpar okkur mjög mikið, það er bara frábært að vera hérna og ég held, já, við myndum ekki, þú veist, ná kannski jafn mikill árangur, værum ekki í þessu húsnæði og svo er verðið á leigan og miklu minna en annars þar tíðkast, þannig að þetta er mjög flott að vera hérna. Er ekki almennt umhverfi samt erfitt fyrir nýsköpunar fyrirtæki? Jú, þá er að vera að tala fjárfestinga og svona, mjög erfitt að finna að fjármagna verkefnum og svona. Við vorum mjög heppin að fá styrk frá Tækniþróunarsjóður og vaxtarsamningur og atvinnumál og hvenna. Það er svona heppin að því leyti að við þurftum ekki að stoppa og við héldum áfram að vaxa með fyrirtækinu. En svo það er talið þetta, það er erfitt þegar að fara að vaxa meira og það er meira fjármagn inn í fyrirtækið, þá er þessi gjaldeyrishöftin að koma veg fyrir það og svo er lítil fjárfestingu hérna á Íslandi eins og staðan er í dag, þannig það er það sem er erfitt, þannig við höfum verið að vinna hérna á lágu launum eða engin launstundum, þannig þetta er erfitt, þetta er barátta, en við höfum trú á það sem við erum að gera og við heldum bara áfram. Og þú ert nú búin að vera í hörkum miklum málum komandi til Íslands og búin að vera að stekka fjölskylduna og vera í námi og annað. Ertu ykkur undrakona? Já, ég held að. Þetta er búið að vera erfitt og það er stuðning líka heima, fjölskyldunar styðja bak við mig mjög mikið. Annars hafði ég ekki gert það. En þegar ég á mann og 3 börn og er í námi og með þetta fyrirtæki, þannig þetta er svolítið álag. En ef viljan er fyrir hendi þá held ég að maður getur gert allt. Lágkolvetna lífstíllinn Netto. En svona af upphafinu, Píta, hvenær komstu til Íslands og af hverju komstu til Íslands? Ég kom til Íslands 95 með mömmu og systkini minni. Mamma skildi við pappa og ákveði að koma hingað til bróður síns. Þeim er búin að búa lengi hérna á Íslandi og þá komum við og mamma og 5 systkini. Og þetta var bara frá upphafi. Ég var 16 ára og elsta systir mín er 17 ára og allir hinnir voru yngri, þannig þau fóru beint í grunnskóla og náðu svona að læra íslenskuna og aðlagast og kynnast fólki og eignast víni og svona. En við áttum erfiðari með það sem við vorum eldri, þar sem við vorum komin á menntaskóla aldri og það er ekki svona haldið utanum krökkunum í menntaskóla sama og er í grunnskóla. Þannig við áttum bara með því að klára menntaskólan, ég og hún. Og já, þetta tók okkur mjög langa tíma og við reyndum að láta svona aðeins að breyta reglurnar fyrir okkur með því að fá móðurmáli okkar arabískan metin sem móðurmál og læra íslenskuna sem norðurlandamál og sleppa við dönskuna þess vegna. En það var ekki hægt, við vorum mjög lengi á milli menntamálaráðuneytin og stjórnskólans og þau vildi enginn bera ábyrgð á okkur, þannig sé. En á þessum tíma, það voru erfið tímar hérna fyrsta árin hjá þér og ykkur, vildur ekki fara heim aftur bara? Jú, ég gerði það. 2004 þá ákvað ég bara að fara aftur heim og seldi allt sem ég átti hérna á Íslandi og ég var allan tíma með rosalega mikil heimþrá út af því ég fekk ekki að njóta mín og sýna það sem ég get, heldur það var alltaf að vera að minna mig á það sem ég get ekki. Þannig 2004 ákvað ég að fara aftur heim og ég fór heim, var þar í 7 mánuði og það var svona punkturinn sem ég fattaði, ok, ég á heima kannski á Íslandi, mér leiði ekki verið þar og kom aftur til Íslands með fullta krafti og bara þar var ég ákveðin, ég ætla að gera þetta, ég ætla að sýna hvað ég get gert og ég gerði það. Nú hefur oft verið gegnum tíðina og hefur verið mjög róstursamt þarna í þínu heimalandi. Hvernig er að vera á Íslandi með hluta fjölskyldunni þarna úti í öllum þessum látum? Það er mjög erfitt, ég fylgist með fréttunum, þannig að ekki hægt að komast fram hjá því, nú er komið Facebook og allar þessi fjölmiðlan, ég er tengt fjölskylduna þar úti og er í sambandi við þá,
Þannig eins og það var núna síðast átökum sem voru í Gaza, það var mjög erfið tíma. Ert ánægð að vera komin bara til Íslands með svona þegar þú horfir aftur í tíman þegar þú ferð frá Palestínu mjög ung og vera í svona friðsömu landi eins og Ísland Jú, ég þakka Guði daglega fyrir það að geta, þú veist, boði börnin mín betri líf en það sem ég ólst upp með, en maður alltaf með smá heimþrá. Fíta, það eru hérna kannski sem svona þú byrjar að hugsa stóru draumana þína, hér fara hlutir að gerast hjá Keili. Já, þetta byrjaði allt saman 2007. Þá var ég mjög nálægt því að fara að gefast upp á lífinu, búin að vera alveg að reyna að klára menntaskóla í 7 ár og þegar ég sá þetta tækifæri hjá Keili og byrjaði námi og sá þetta var mjög flott og krefjandi nám, mikið stuðning. Ég var mjög lengi þegar ég var í FB til dæmis að ég átti rosalega erfitt með að skilja það sem ég að lesa og ég held allan tíma að var bara að því ég útlendingur og hafði önnur mál sem móðurmál. En svo talaði námsráðgjafan við mig, hún heit Anna María þá og segi ég ætla að senda þér í greiningu og ég fór í lesblindu greiningu og fekk greiningu að ég sé lesblind og þá tóku þeir á það strax hjá Keili og settu einhver kerfi í tölvuna mína þannig ég gat hlusta á allt þannig alla glærurnar og bækur sem við fengum í gegnum námi þá fekk ég að hlusta á það og það munaði miklu hjá mér. Þá fór ég að skilja betur og ná áfangunum meðal annars íslenskan og enskan. Þannig þetta var kannski eitthvað smá að þetta var ekki móðurmáli og líka mikill þáttur í því að ég var með lesblindu og fekk aldrei greiningu á því. Það hefði eflaust hjálpað þér í fjölbrautaskólanum ef þú hefði fengið greiningu? Ég held það. Þetta var rosalega erfitt og eina útskýringur sem ég fekk að því þú hefur ekki þessi tungumál sem móðurmál. En svo var þetta eitthvað annað sem var að spila hérna inni og engin annar hefur áður dátt í huga að senda mér í greiningu og eins og að gerast í öðrum skólan, þú kannski fær greiningu en þú fer ekki aðstoð við það. En hjá Keili þá var sett kerfi strax inn í tölvuna mína og munaði strax miklu fyrir mig. Og hvað þú fórst hérna í undirbúning fyrst? Já, ég fór í Háskólanum Brúna og kláraði það með og ég fekk mjög góð árangur og svo fór ég að framhalda því í orkuumhverfis tæknifræði líka hjá Keili. Á millitíðan þá sótti ég með Háskóla Íslands í viðskiptafræði fór þar og mér fannst það allt annað umhverfi og þú veist ég var bara einhver kennitölu á blað og það ekki þjónustar sem ég vildi og þannig ég ákveða bara að koma aftur til Keili og klára BS-gráðan hérna. Í tæknifræðinni? Í tæknifræði hjá Keili. Og þannig að leiðir vel í því og sástu svona strax einhver tækifæri í tæknifræðinni? Já, strax að þú veist nýtingu að þessi auðlind, nýtingu og reyna að finna svona einhver önnur orka en orkugjöfun sem að hafa mjög slæma áhrif á umhverfi okkar. Það var mjög spennandi og flott að skoða nánar og svo enda ég með að skoða jarðvarmavirkjana nánar og kísilútfellinga þar og möguleika á nýtinga á kísli þar. Og þannig að svona leiðir vel hérna í háskólanáminu hérna á Keili, þú talar um það svona umhverfið hefði hjálpað þér líka. Hefur þú kannski fundið einhvern tíma fyrir því á óþægilegan hátt að vera útlendingur? Nei, ekki þannig. Það var mjög mikill stuðningur hérna og sérstaklega að hafa verið með greiningunni þá fekk ég lengra próftíma og svona, það hjálpaði mér mjög mikið að ég þurfti á því að halda. Við vorum svolítið fáar stelpur í náminu, við vorum bara 3 og það var svolítið svona áberandi að þetta var svona eins og tekninám og verkfræðinám svona kallmenn eru ráðandi þar í náminu þannig við vorum færra þar en það hafði ekki þannig rosalega mikið áhrif á okkur og við náðum að þegar við sóttum námið þá vorum við 3 konur af 30 og útskrifumst 3 konur af 10 menn þannig það sýnir að það var rosalega vel haldið utan okkur. Þú tala nú orðið mjög góð á íslensku. Hvernig hefur íslensku námið gengið? Hvernig hefur gengið að læra íslenskunni í þessi ár? Það er rosalega erfitt að læra málfræðin. Kannski get ég heyri þegar ég segja eitthvað rangt eða ekki að beygja vitlaust en ég kannski ekki alveg nóg fljót til að leiðrétta mér sjálf. Ég læt það bara
vaða en það væri fínt sko að styrkja sig í íslenskunni af því ég hluti af þessu samfélagi og ég ætla að vera mjög virkur þáttakandi í þessu samfélagi þá eins gott ég læri almennilega íslensku. Þú talar samfélagið og ég hef heyrtið nefna samfélagslega ábyrgð og annað í uppbyggingu svona meðal annars af þínu fyrirtæki. Já, ég vill að sýna fram á það að fyrirtækin þurfi ekki að vera stór eða vera búin að skila hagnaði í mörg ár til að sýna samfélagslega ábyrgð. Eins og frumkvöðlar geta sýnt það, eins og hjá okkur í fyrirtæki þá erum við að versla allt inn á heimabyggð, öll þjónusta og öll efni sem við kaupum. Ef það ekki til hérna þá förum aðeins til Reykjavíkur og Kópavogur kannski en við förum aldrei til Kína. Öll starfsmennum á Suðurnesjum og við reynum að sýna ábyrgð og skila aftur til samfélagi sem að sýna okkur mjög mikil stuðning. Hvernig finnst þér að vera hérna á Suðurnesjum, hvernig líður þér hérna? Frábært, mér líður mjög vel. Ég hef búið síðan ég kom til Íslands, þá bjó ég í Reykjavík og Kópavogur og svo kom ég 2007 hérna til Suðurnesjum. Eins og þeir þekka svona, kunna haga sig betur með innflytjendur en annars þar. Það var mjög vel tekið á móti mér og munar alveg rosalega mikið að fá þessi smá svona auka þjónusta til þess að styðja við mig og að ég get sýnt það sem ég get gert. Mér finnst eins og að flestir eiga það sameiginlegt hérna á Suðurnesjum að horfa á það sem fólk hefur til að bjóða, ekki það sem þeim skortur. Þannig það alveg mjög áberandi á Suðurnesjum. Finnur fyrir því að fólk sem hefur flutt hingað frá útlöndum, það í góðu sambandi hérna og kannski í góðu sambandi við því? Já, það konur sem að hittast reglulega hérna heimskonur á Suðurnesja og mjög duglegar að fara og göngutúrum og fara eitthvað með börnunum og svona. En ég hef reynt að vera ábyrgandi í þeirra umhverfi gagnvart menntun að þetta hægt og það tækifæri fyrir okkur þó að þessi menntaskólan ekki að bjóða upp á það en Keilir að bjóða upp á það bæði fyrir innflytjendur og líka fyrir fólk sem búin að missa á tækifæri að mennta sig á réttum tíma þá geta þið bara af því þetta svolítið erfitt að vera í dagvinnu, kvöldskóla með börn og heimili og talandi ekki það ef þú talar ekki máli ef það ekki móðurmáli þitt en hjá Keilir þá þetta námslánshæft og mikill stuðning og sýna alveg að meðalaldurinn 30 ára þannig þeir vita alveg því eigi fjölskyldu börn og sýna tillit til þess. Hversu mikilvægt það fyrir útlendinga sem koma til Íslands að læra tungumálið íslenskuna sem fyrst? Það bara forsendur fyrir því að vera hluti af samfélaginu að læra málið sem hinir að tala. Þú getur ekki verið virkur þáttakandur í samfélaginu að þess að skilja hvað sagt við þig og það mjög erfitt líka fyrir innflytjendur andlega að ekki geta tjá sig. Ég held að þetta ekki almennilega líf. Það skertir lífsgæðin að ekki tala tungumáli. Nú ert þú að fá mjög góð tækifæri hérna á Suðurnesjum og á Íslandi. Eru konur í Palestínu, geta þær fengið svipuð tækifæri þar? Konur í Palestínu mjög öflugar út af stríðinu þannig þau þurft að taka mjög mikið þátt í að byggja upp heimili og samfélagin þegar kallmennir að fara og fara og kannski ekki koma aftur þannig þetta í menningin okkar að konur verða að bera ábyrgð og taka þátt í þessu uppbygging þannig þetta kemur held ég þaðan. Þannig að sérðu framtíð hjá þinni fjölskyldu á Suðurnesjum ætli að vera hérna áfram? Ég verð hérna áfram, alla ævi. Bara innilega til hamingju með að vera maður ársins á Suðurnesjum 2014. Takk kærlega fyrir það, takk fyrir. Hjálmar, Fíta ykkar stærsta auglýsing hreinlega, hún skemmtileg og búin að gera mikla hluti hérna. Hún náttúrulega bara einstök manneskja og við höfum nú gjarnan sagt að Fíta svona öskubusku ævintýrið, ekki okkar, hún bara sín eigin öskubusku. Bara hennar saga, hvernig hún kemur til landsins, hvernig skólakerfið tekur uppálega á móti henni og hvernig hún með sinni þrautseigju gerir allt þetta sem hún hefur gert og fyrir utan það náttúrulega bara persónuleikinn. Hún svo glæsileg fyrirmynd, ekki bara fyrir konur, bara eiginlega fyrir manneskjur, fyrir alla. Og þess vegna fagnaði mjög að hún svo vel að þessu komin og við Suðurnesjamenn eigum að vera stoltir einmitt af manneskju eins og henni. Jæja Fíta, svona í blálokinn, þú ert komið með blómvönd og viðurkenningaskjal, þessa miklu viðurkenningu maður ársins á Suðurnesjum, svona bara í blálokinn, hvað efst í huga?
Ég vil koma að þakkir til fyrst og fremst starfsmenn Geosilica, án þeirra hafði þetta aldrei verið raunveruleika, og Keilir, Katigo, Vaxtarsamningur Suðurnesja og atvinnumál kvenna og síðast og ekki síst Tækniþróunarsjóður Íslands. Gangi þér vel. Takk kærlega fyrir. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á að hægt að nálgast eldri þætti okkar á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum einnig á öfluga fréttaþjónustu okkar í vikulegu fréttablaði á Víkurfréttavefnum vaff.is og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Sushi, alltaf ferskt. Netto.